Suðurland FM á 50 það 8. desember í dag. En söngkonurnar Karítas Harpa og Kolbrún Lilja þær fara allt Suðurland á aðvendunni og halda svona notalega jólatónleika fyrir alla fjölskylduna. Þær byrjuðu í gær í Hrunakirkju og þær eru mættar til mín. Sæla stelpur. Sæll og blessar. Hvað segið þið? Bara ljómandi. Ljómandi. Er það ekki? Jú. Karítas Harpa, það náttúrulega kannast margir við þig. Það vonandi. En Kolbrún? Hver er Kolbrún? Ég bara Kolbrún Lilja, ég fædd og uppalinn á Selfossi reyndar og vonandi einhver sem þekkir mig. Já, væntanlega. En hver ertu? Ég meinti það ekki þannig, Nei, ég veit það. Ertu búin að vera lengi í söng eða? Herðu, ég yfirleitt meiri í leiklistinni heldur en söngnum. Já. Og bara svona fædd og uppalinn nánast í leikfélaginu á Selfossi. Ok, búin að vera þar bara frá þú varst lítil? Já, og svo ég bara nýkomin heim frá New York þar sem ég var að reyna að læra leiklist. Ok. Reyna að læra. Það gekk reyndar mjög vel og ég komin heim og safna pening og held svo áfram. En það eru auðvitað mikill söngur í leiklist? Já, það mikill söngur þar og vorum aðeins í svona söngleikjatækni og eitthvað svona, þannig að ég er að reyna að nýta það í þessari tónleikaröð. Það sjálfsögðu. Og Karítas Harpa, þú náttúrulega búin að vera að syngja frá því að þú manst eftir þér? Já, Ertu búin að vera einhvers staðar upp á sviði frá því að þú varst lítil? Er ég búin að vera einhverstaður upp á svið að leika? Ja, svona eins og hún? Herðu. Eða að syngja? Já, svona aðeins. Ég sótti nú í svona söngleikjanámi, sko, í Ameríkunni. Komst inn þar, þannig ég tók þátt í svona uppsetningum í FSU og þannig að mér líður rosalega vel á sviðinu, sko. Já, svo tók bara annað við? Svo bara tók annað við og það bara... Nýtt og spennandi verkefni? Já. Máttu tala um það? Ég bara segi ykkur að horfa á sjónvarpið föstudagskvöldum klukkan 8. Horfið bara Voice. Hætti þessu. Herðu, þið hófu leikinn í gær í Hrunakirkju og þarna eru þið með svona notalega jólastemningu. Segðu mér aðeins frá þessu, hvernig setjið þetta upp? Allavega eins og þetta var í gær. Við erum rosalega held ég báðar ánægðar með svona hvernig bara stemmingin varð og þetta var bara svona heimilislegt og kósí og þú veist það bara spjall og okkar uppáhalds jólalög og tölum aðeins af hverju við völdum sem jólalögin og svo bara eitthvað svona létt skot á Heimi og hann að skjóta okkur. Þið eru ekki bara tvær? Nei, hann Heimir Eyvindar, hljómborðsleikari, að spila með okkur. Okay. Algjör snillingur og vorum rosalega heppnar að fá hann til liðs við okkur. Já. Mjög heppnar. Þetta bara búið að vera ótrúlega skemmtilegt ferli og eins og við segjum, þú veist að við erum ekki að rukka neitt fast inn, það bara frjáls framlög inn. Það svona, erum við að vonast til þess að fá sem flesta bara á svæðið. Já, þetta bara... Þetta ekki rekið í einhverjum gróða, heldur bara... Nei, fólk getur bara að setja í einhvern bauk og... Já, þannig að þetta er svona jólaandinn, að allir getur komið á jólatónleika. Nákvæmlega. Þið eru mikil jólabörn? Mjög mikil jólabörn, já. Það er eiginlega þess vegna sem við gerum þetta og þess vegna sem við erum með þessi frjálsu framlög því okkur finnst að allir geta farið á jólatónleika og upplifa smá jólastemmingu. Þess vegna sem við erum vinkonur líka. Já, nákvæmlega. Var erfitt að finna að setja saman lagalista? Það var eiginlega erfiðar að skera niður. Já, þið minnið það. Já. Algjörlega. Svona jólabörn eins og þið náttúrulega elski náttúrulega bara jólatónlist. Já. Og þá er bara að skera niður í prógram. Já, en við erum mjög ánægðar með prógramið. Er það ekki bara best of? Jú, þetta er bara þannig. Og bara við reyndum að velja mitt lög sem að hafa einhverja svona sérstaka merkingu fyrir okkur eða sem að við tengjum einhverja ákveðna hluti við og... Eitthvað svona sem að hafa minningar fyrir okkur í barnæsku og þú veist, þetta er alveg bland af bæði gömlu og nýju og teiknumyndalögum og svona klassískum, þannig að það ætti allir... Ensku og íslensku og... Já, ensku og íslensku, ætti allir að geta fundið eitthvað svona sem tengja við. Nákvæmlega. Desember hjá ykkur, jólabörnum, hvernig er hann? Ógeðslega skemmtilegur. Já, bara... Þið eru vantilega búin að skreita, eða hvað? Sko, aðeins, ekki mjög mikið. Nei. En það er bara ekki búið að vera mikill tími. Nei, en jú, ég hef reynt. Ég og strákurinn minn sem er 2 ára erum búin að vera að föndra svona eitthvað jólaskraut og hengja upp og keyptum svona lítið 60 cm tré daginn sem hann fær að fikta í. Það er rosa mikið fjör. Það kemur jólabattar. Já, sjálfsög, það er bara ekkert að næpa úr. Nákvæmlega. Hvað borðið þið á jólunum, stelpur, Karítas? Herðu, við nefnilega eigum það sameiginlegt. Já, það er eiginlega þannig sem að við kynnumst í Karítas. Já, svona fyrsta sem við tengjumst, það er bara, oh my god. Það er sem sagt, forrétturinn er alltaf aspasúpa. Já. Hjá okkur báðum. Hjá okkur báðum.
Okkur fannst það mjög merkilegt. Já, við vorum bara, nei, ég með aspasúpu. Já, eða okkur fannst svo það yfirleitt hérna hjá mér allavega hamborgarhryggur. Já, það líka þannig hjá mér. Nei, alltaf mamma breyta til og vera með eitthvað London-lamp. Ég veit ekki alveg hvað ég segi ekki alveg hvað ég segi við steppum það. En ef hún gerir bara sósuna með því, þá það í lagi. Þannig að það svona aðeins út af spórinu þessi jólin. Já, það eitthvað, en bara svo lengi sem það aspasúpa, þá get ég alveg haldið heila jól, sko. Já. En aðfangadagurinn í okkur, sko, mitt kvöldi að minna eftirrétti heldur, þú veist, það bara alveg maturinn, forrétturinn, svo allir að springa og svo það bara sörur og konfekt. Og pakkar. Ég get ekki beðið eftir sörunum, sko. Þetta skemmtilegt. Þetta enn af aðfangadagsmorgun. Vakniði klukkan 9 og kveikið á teiknumyndunum. Alltaf teiknumyndir. Það mitt eitt af því sem við eigum sameiginlegt líka. Það kom ekki jól nema að horfa á teiknumyndunum. Já. Það rosalega gott að geta falið sér núna bak við að eiga barn. Sko, ég verða að vakna. Ég get ekki og skammast mín ekkert fyrir það. Ég vakna að horfa á teiknumyndunum. Vaknaði með barninu en ég hafði nú samt mest gaman að því. Já, nákvæmlega, ég vakti hann. En það eru tónleikar í kvöld í Skýrgerðinni í Hveragerði. Þetta er nýr og skemmtilegu staður. Já, og við erum rosalega spenntar fyrir þessu venjúi, eða hvað maður segir. Þetta er rosalega skemmtilegu staður og skemmtilegu salur sem þetta er í og ég veit að það er líka búið að skreita mikið og mikil jólastemming í Skýrgerðinni. Þannig að þetta verður alveg rosalega gaman. Og tónleikarnir hefðist klukkan 8:30. Já, 8:30. Svo verðum við með tvenna á laugardaginn. Þá verðum við klukkan 4 í Þorlákshöfn. Já. Og svo í bænum í Reykjavík kvöldið. Sólon, Reykjavík. Klukkan 21. Já. Og svo bara heldur þetta áfram 13. desember, Eyrarbakkakirkja, 14. Villingahólskirkja, Skálholtskirkja, Víkurkirkja. Þetta er nóg framundan. Já, svona við vonum að flestir bara komi að mæta svæði. Það þarf ekkert að... Síðustu tónleikarnir eru 21. Ég gerir þá ráð fyrir því að þið náið að skreita og setja jólatrið upp 22. eða? Já, klálega. Maður náttúrulega skreitir aldrei jólatrið fyrir 23. Sko. Það er nú margir sem eru bara einfallega búnir að því. Fólk að svindla. Já, þetta ekki bara, þetta er alltaf að færast framar? Jú, ég held það. Jólaverslun, jólastemning, jólalögin. Já, bara með þetta vera sem lengst, sko. Já, þið segið það náttúrulega jólabönnin. Þetta er frábært stelpur, Karítas Harpa, Kolbrún og Lilja, gaman að fá okkur og Skýrgerðin í kvöld og það er engin aðgangseyrir en fólk getur sett eitthvað í bauk. Já, það er raun bara þannig og ef að fólk vill fylgjast meira með þá erum við einmitt með svona Facebook event sem heitir bara einfallega jólatónleikar, Karítas Harpa og Kolbrún og Lilja. Já, það er hægt að sjá alla þessa viðburði. Já. Þetta eru hvað, 11 tónleikar eða ekki? Jú. Við sýnist það? Það er nóg að gera? Nóg að gera. Drekka vatn og halda röddinni. Já, engi fyrir sítróna. C-vitamin. Nákvæmlega. Takk fyrir þetta stelpur og góða skemmtun og gangi ykkur vel. Takk fyrir. Jólin er að koma með Suðurland FM 963.